Já, Valur. Þvílíkur leikur. Hvað er að gerast okkur þessum? Hvernig er Keflavík að komast í 2-0 hér í kvöld? Ég held að séum bara svona halda áfram að malla sko, á sama levelli og þetta reynum að gera mikil orka í að stoppa Sveipinn en hann er náttúrulega bara skotin sem hann setur ótrúleg en við erum að hitta aðeins betur í dag kannski og vörðin hélt aðeins betur sérstaklega í þriðjuleiknum og í fjórðuleiknum basically þannig að það var svona þessi skóp sig dag. Þú verðist koma nokkuð velgýraður inn í þessu undanúrslit. Hvað áttu að borða eitthvað nýtt í morgunmati? Hvað er að gerast? Nei, ég veit ekki, ég er aðeins meira lús, bara embracea rólið sem ég er í þetta bara, meira. Og ég var með einhver áhyggjur fyrir vetur að ég hafði aldrei spilað þetta ról og eitthvað svona en bara að spila, það er bara málið. Þú ert að fá nokkuð gólug, þú ert að finna línurnar að körfunni og þú einhvern veginn keyrir bara á það núna, kannski ólíkt því kannski sem þú hefur kannski verið í leikurum áður, skiljum. Já, kannski vanta en þeir eru mikið að falla að mér og þeir eru að koma snöggt á mig, það er auðvitað fyrir mig að kannski reyngja stað og svoleiðis, þannig að bara halda því áfram. Keflavíkurliðið komið í 2-0 á móti gífurlega sterku liði KR og léttleikandi og skemmtilegu liði KR. Tilfinningin lítur að vera góð að geta farið heim og klára þetta þar. Já, ég meina, þetta er KR, þeir eru með fullt af leikmennum, reynsla sem byrja í þessu liði er bara ótrúlega, þannig að 2-0 heim er bara flott, sko, ég er bara sátt það. Já. Þetta var vitlaust. Já, þetta var vitlaust. Já, eins og segir, Keflavík heima í lokaleik KR-ingjarnir, þú býst við brjáluðum, ekki í síðasta leikum? Jú, ég held að þetta væri bara einstáttur, það er ekki gott að leysa inn í báða megin, en við erum búin að hafa svona auka yfir höndina það sem er, þannig að við sjáum bara til hvort við getum ekki tekið þetta 3-0 heima á mánudaginn. Róbert, takk.